Hæ, Guðni hérna í hljóðheimum. Í dag ætla ég að tjekka á því hvernig við búum til svona klassist Housebeat 909 Housebeat. Og til að byrja með þá ætlum við að fara hérna, búa til MIDI-rás. Ég er búinn að búa til MIDI-rás hérna. Og shortcutin fyrir MIDI-rás er Shift, Command eða Ctrl-T. Og svo ætla ég að fara hérna í Drums, sem eru presetin fyrir drumrack eða trommuheilun í live. Og ég ætla að smetla hérna á Kitcore 909 og ég get einfallega bara dreigja hann hérna á MIDI-rás. Svo förum við hérna inn í klippu í rásinni, tvísmellum á hana og fáum upp MIDI-editorinn. Og við ætlum að gera svona four on the floor beat, svona ekta dansbeat, housebeat. Og til að byrja með þá ætlum við að smetla hérna, nota kickið og ef við ítum hérna á headphone-in þá heyrum við hvað við erum að gera. Heyrum við í soundinu og ætlum að gera svona alveg typical housebeat og hlustum á þetta hérna, ítum á play á klippinni. Og öllu housebeat er nú yfirleitt með klappi, einhvern veginn svona. Og við skulum smetla því hérna, svona. Og svo þurfum við að hafa opin hi-hat og hann hljómar svona. Eða svona. Skulum nota þennan. Hlustum á þetta. Ok, ekki sem vest. Og svo getum við gert einhvern veginn, nota hérna líka eitthvað lokan hi-hat. Nefnum á þetta. Ok, þetta rúlar. Og þá getum við kannski í hérna, þessum hérna, lokuðu hi-hatum, þá getum við farið hérna og minkað velocity sem er hérna fyrir neðan og það er styrkurinn á nótunni. Gerum einhvern veginn svona. Þannig að hlustum á þetta. Ok, svo ætla ég að duplicata hérna taktinn og er hann tvöfaldur og bæta við klappi hérna. Og ég ætla jafnvel aðeins að lækka í þessum, lækka velocity í þessum hérna. Svona þetta. Skæða þess að Nei, svona. Ok. Svo getum við farið hérna, ef við ítum á píluna hérna, efst upp á rásinni, þá fáum við upp mixerinn fyrir trommuheilan. Og þá skulum við leita hérna á klappinu. Hvað er klappið? Hérna er það. Og ég er að spá í að setja eitthvað reverb, smá reverb á þetta. Og þá förum við hérna í Audio Effects, förum hérna í reverb og við getum farið bara hérna í Room til dæmis, eitthvað preset og sem Big Room, pröfum það, svona, hvernig hljómar þetta? Tökum kannski aðeins að því, ekki alveg, eitthvað svona, gefum smá meira líf í klappið. Því næst getum við síðan farið að búa til bassa og ég hafði í huga að gera þess að basic low filter bassa. Ok, þá ætlum við að skoða það hvernig við getum gert svona basic low pass filter bassa. Og ég ætla að búa hann til í
fríum VST plugin sem kallast TAL Noise Maker og ég fer hérna í plugins og skrifa hérna bara í leitina Noise Maker. Hérna hann og ég ætla að búa til MIDI-rás sem Shift Command eða Ctrl T. Svona og svo smelli ég Noise Maker hérna á MIDI-rásina. Ok, og svona lítur sem sagt Noise Makerinn út og ég ætla sem sagt að gera svona low pass filter bassa, hann soundar oft mjög vel og til þess að byrja með þá ætlum við aðeins að skoða oscillator 1 sem hér og nú erum við að nota hérna saw wave bylgju en við ætlum að breyta þess í pulse svona og svo ætlum við að fara hérna niður í synth 2 flipan, ít á hann svona og við ætlum að hafa decay hérna, við ætlum að hafa cirka 30 svona þannig að ok, við ætlum að taka cut-offið alveg hérna niður continue hérna alveg upp ok svona tökum við sustainið alveg niður það svona svo getum við tunað til dæmis aðeins oscillator 2 pröfum það nei svona ekki maður sé honum hérna á masternum og við getum alltaf að finna einhverja stillingu hérna sem við fýlum og við getum breytt hérna bylgju ef við viljum hafa eitthvað annað við getum haft hérna triangle breytir ekki miklu en svo ef við viljum fá svona kannski meira acid í þetta þá getum við eitthvað resonansin hérna þeir í filternum, tjekkum á því svona svo getum við farið hérna niður í control og hérna getum við sett smá verb smá delay ok, við getum fyrkt það í þess eins og við getum og viljum og svo getum við bara farið hérna og hérna programmer eða einhvern sequence og núna hérna ég hvað að sjá svona bara hérna pussin og ég ætla basically að programmera eitthvað á honum svona eitthvað svona og hún til eitthvað eitthvað svona Nú var ég að leika með hérna með feedbackið í delayinu
Þannig að við getum sem bætt við þetta eða hvað sem við viljum. En já, þetta var sem sagt klassískur hástaktur með smá bassa.